Hæ, ég ætla að sýna ykkur fjarkennsluherbergið mitt sem ég með hérna. Ég með svona litla myndavél sem ég ætla að sýna ykkur hvernig stúdíó mitt er. Hérna er ég með OBS Studio og hérna skipti ég sem sagt á milli rása. Til dæmis ef ég ætla til að sýna ykkur kennslubókina sem ég með hérna, þá get ég sem sagt skipt yfir á næstu senu og þá sjáu ég sem sagt kennslubókina koma hér. Þið sjáu líka músin kemur þá hérna innan á og þá get ég bent nemenda á til dæmis ef við ætlum að nota formúlu númer 15 eða við ætlum að fara eitthvað betur inn í þetta. Þetta kennslubókin sem ég er með þegar við erum að taka eitthvað dæmi. Þá getum við rennt saman yfir kennslubækurnar. Það annað sem ég nota sem sagt í þessu er að hérna er ég með svona forrit sem er með sín reiknivélina. Þannig að til dæmis ef mér langar að taka bara reiknivélina þá er hún sem sagt komin hér. Til dæmis ef við ætlum að taka dæmi þá sjáum við sem sagt gulu músina og ákvað að taka við ítum á til þess að setja upp reiknistæmi rétt upp og fá rétti útkomu. Það er sem sagt gert sem sagt með þessu litla forriti hér sem ég set síðan inn í forritið. Síðan er ég með svona lítinn skiptara hérna eða svona stjórnborð hér og þá get ég sem sagt skipt yfir á milli og valið sem sagt hvað ég vil sýna. Við erum til dæmis með eina myndavél sem er hérna fyrir framan svona pepsigler til þess að ég get skrifað á. Skal sýna ykkur til dæmis að ef við setjum á rétta sýn þá sjáum við sem sagt ef ég legg niður þessa myndavél hér að þá er sem sagt gler svona hérna fyrir framan og þá get ég hort á nemandann þegar ég er að útskýra eitthvað fyrir. Þá get ég skrifað til dæmis einhverja formúlu hér og þá sést hún í gegnum sem sagt glerið. Eitt sem ég þarf að passa mig á er að ég er að skrifa rétt á glerið og sný síðan myndinni við. Þannig ég þarf svolítið að passa að vera ekki í fötum sem er ekki með stafi því það dregur athygli nemandans frá. Síðan er ég með hvítt svona teppið eða hvítan svona, nei fyrir ekki, þetta er ekki hvítt, þetta er svart. Svartan dúk hérna fyrir aftan til þess að textinn sjáu betur hérna á glerinu. Það sem ég gerir líka með þetta er að þegar ég er að skipta á milli sena þá get ég haft líka sem sagt mynd hérna af einhverju flóknu apparati til dæmis eins og ég segi ef ég teikna hérna til dæmis einstungu hérna er svona einstunga sem höfum og þá myndi ég sýna og tengja þá hérna inn á og hérna inn á bara svona eitthvað svona til dæmis. Hérna get ég auðvitað haft annað en til dæmis hreyfimynd, ég get haft vídeó eða PowerPoint show. Ef ég á eitthvað PowerPoint show þá breyti ég PowerPoint yfir í svartan bakgrunn því þá myndi hann koma sem sagt gegnsær. Þá verður kynningin miklu svona skemmtilegri, hún verður meira lifandi og þá verður ég að tala betur til nemandans og þá verður þetta meiri persónulegri kennsla, meira samtal við nemandan. Þetta sé ekki eitthvað bara fyrirlestur svo að horfa á, þetta verður lærdómsferli. Ég er í ferðalagi með þér og ég er með þér í dæminu, ég er með þér í fyrirlestri og við tökum dæmi og svo get ég alltaf skipt á milli hérna sena að þá get ég til dæmis ekki rétt stilt núna, en það kemur fyrir, en þá get ég haft sem sagt myndavélina hérna með. Ég skal sýna ykkur hérna til dæmis hvernig ég seti þetta inn á Moodle. Ef við skiptum yfir hérna inn á yfir á næsta skjá, þá sjáum við sem sagt að ef við förum inn á kennsluvefinn okkar, það sem set upp dæmin, þá sjáum við til dæmis hér að ef ég stækka þetta upp, þá sjáum við til dæmis eins og hvernig dæmi kemur hérna upp. Dæmi 177 sem við erum að taka. Hérna er ég búinn að setja upp dæmið. Ég þarf ekki að minnka þetta örlítið. Og sjá, þá þarf ég að fara hér. Minnka þetta svona. Og þarna sjáum við þessa reiknivél sem ég með þetta hliðin á. Ég ætla að spóla aðeins tilbaka. Spóla aðeins inn í þetta dæmi og getur alltaf hort á dæmið aftur. Þarna er ég til dæmis að setja upp eitthvað formúlu upp af einhverju dæmi sem ég er með. Þarna dreg ég síðan upp myndavélina alveg eins og við værum að horfa á skrifborðið okkar. Það sjáum við með músinni hvaða takka við erum að ýta á reiknivélinni, passa hún sér rétt stillt og þess áttar og síðan í þessu vídeói að
þá er ég búinn að stilla þannig að reiknivélin með okkur í dæminu. Þannig að nemandinn hann horfir á dæmið, útreikninga, kennarann og reiknivélina á rauninni, á sama stað í augunum. Þannig að það er mikið í gangi fyrir, þetta er svona augnakonfekt að það er mikið í einu. Eins og að nemendur vilja fá að sjá til dæmis fólk vera að skera fisk eða eitthvað svoleiðis þegar það er verið að gera eitthvað. Þannig hef ég verið að setja upp, síðan skiptir auðvitað miklu máli að hafa góðan mikrofón og að stillingarna séu réttar og ég vona að ég geti í framhaldinu kennt öðrum líka þeir sem vilja kynna sér þetta. Ég held að þetta sé orðið nógu bilið því að mér reynsla er svo að ekki vera með lengra en 3 til 5 mínútur vídeó því þá er athyglin yfirleitt farin. Svona gerir ég þetta. Skiptum kannski aðeins yfir hérna í handmyndavélum okkar hérna og sýna ykkur svona stúdíóið. Þetta er sem sagt bara smá svona plexi, ekki mjög þykkt, það þarf ekki að hafa eitthvað ljósastýring á því. Síðan er bara skjáur hérna fyrir aftan og svo er myndavélin, hún er hérna, hún er fyrir framan, hún þarf að vera svolítið í góðum upplaust. En svona hef ég setið upp, hérna er auka mikrofón til öryggis, síðan er ég með lítinn mikrofón hér, hann hefur reynst með bestur. Og já, þannig hef ég verið að kenna þetta og þetta er auðvitað svolítið tilraunverkefni því að nemendur kannski horfa ekki endilega á, en ég held að þetta sé mjög fín aðferð fyrir nemendur sem eru með valkvætt athygli og kannski með smá athyglisbrest að horfa á vídeó þar sem er mikið og lifandi í gangi og að geta nálgast nemandann að einhverju marki með því að gera kennslu meira lifandi. Ég vil segja þetta gott og endilega ef þið eru með spurningar þá má ég senda á mig.